Skulum við setja hér fyrirlestur á tján og hann 17. október og við skulum hafa allavega fyrst skautform eða hnýta form tventölu og síðan skulum við tala stefnuhorn. Það þá sem kallað argument og síðan kannski jafnan setja jenta og tvöld vaff það sem að ég segjum bara vaff föst tvintala gefin og n það má vera einhver heiltala þó að okkur nægi að líta það sem náttúrulega tölu. Við byrjum á þessu og við höfum við byrjum hérna á þessu skautnýta form líka kallað bara pólform að við skrifum við skulum skoða þetta kannski bara svona. Nú ég að setja tvintala og hún hefur raunhluta og hún hefur þverhluta. Nú, svo lengjum við þetta með lengd setu og tökum svo nefnar hann hér inn fyrir. Og þverhlutin á móti lengdinni hér og við setjum þessa tvintölu þar hérna upp í tvintala sléttuna að segjum hún komið bara hérna einhver staðar. Þetta sé tvintala seta. Þá höfum við hér þessa lengd. Þetta þverhlutin. Sem sagt lengdin hér við erum bara að tala þetta sem rauntölu. En að því hún sperrist upp þá þetta gott og vel, við erum bara að leita að rauntölunni imseta, hún hefur þessa lengd og hér höfum við raunhlutan og hér rétt horn, þannig að regla Pýþagórasar segir þessi hérna lengd seta og seta í öðru pluss imseta í öðru lengd seta í öðru. Svoleiðis að hér þá eitthvað horn og við sjáum það náttúrulega að þetta lengd setu og hér höfum við bara kósinusinn af þessu horni og við getum kallað það setu 0 sem sagt svona minnsta stefnuhornið og svo í sín þetta 0. En við megum líka og þó við skulum ekki hafa þetta seta 0, við skulum hafa þetta bara þetu. Höfum þetta bara svona eins og við viljum hafa það og höfum alltaf gert og nú megum við samkvæmt
ég sem Euler sagði, skrifa þetta sem í veldinu í þeta. En það sem kosinus og sínus kosinus og sínus eru lotubundin föll með lotu 2π. Og þess vegna þetta þeta það eitthvert horn sem skulum núna nefna þeta 0, köllum það bara minnsta stefnuhornið og svo heilt margfeldi af 2π sem að k má vera hvaða heiltala sem vera skal. Ef að k til dæmis 0 þá fáum við minnsta stefnuhornið, ef að k 1 þá fáum við bara 2π meira. Og ef að k -1 þá erum við að vinda ofan af tölunni og fara í þess átt ef það -1, ætlaði ég að segja. Og við skulum þá segja hvað þetta þeta 0 á að vera og nota núna táknmálið sem notað fyrir tvinntölur. Segjum bara skilgreining að þetta horn, stefnuhorn það náttúrulega stefnuhorn tvinntölunar táknað með litla ARG af setu svona. Og ef stefnuhorn setu á bilinu, það hálfopið frá -π og upp í π. Π með, þegar -π ekki með, það bara ákveðið að hafa það þannig því að -π og π sem horn á einingar ring eða kannski betra orða það þannig að það eru sem sagt lengdir á einingarring eftir jaðri hans. Þá endar maður í sama stað, það svona óþarfi. Ef þetta einingarringur að nú getum við hugsað þetta svona að þetta bil segja að byrjum hérna í þessari tölu -π og förum síðan hingað ef við viljum hugsa þetta svona og π með, -π ekki með. Þess að við erum að mæla hornir það ekki og það náttúrulega tekinn til að mælt héðan, þannig að þetta π og π með. Ef við förum í þess átt þá erum við að fara neikvæð áttað eða sem sagt réttan sólargang. Nú, ef að stefnuhorn setu á þessu bili þá kallað megin stefnuhorn eða
meginhorn styttra eða höfuð stefnuhorn, segjum það bara. Þá kallast það meginhorn. Það er meginhorn setu og það er tölulega minnsta stefnuhornið, meginhorn setu, og er táknað með stóru A. Og nú getum við haft þetta sem þetuna og þetta hér er þá eins og svona minnsta hornið. Og er í stýstri fjarlægð frá horninu 0. Það kallast, sumir kalla þetta höfuðstefnuhorn. Höfuðstefnuhorn og ég setja enskuna hérna. PRINCI, principal argument. Og sambandið að milli náttúrulega hins almenna stefnuhorns og meginhornsins er náttúrulega áfram þessi jafna hér. Það er að segja, við höfum að hið almenna stefnuhorn tvinntölu er meginhornið og svo pluss einhverju vafningar og aftur er K einhver heiltala. Og það er kannski bara að geta skoða dæmi. Nú hefum hérna tvinntölu. Skulum höfum hana til. Jæja, seta hérna 1 pluss, skulum ekki hafa þessa. Skulum hafa frekar þessa sem er 180 gráðum seinna. Hérna, mínus 1, mínus I, höfum hana hér og hún er 1 til vinstri og 1 niður, hún er hérna, þetta er þverás og þetta er raunás, þannig hún er hér. Og gagstefna 45 gráðum, þannig að hún er sko 225 gráður, 180 gráðum seinna, við hugsum bara þetta í gráðum. En svo getum við mælt þetta upp. Þetta eru 225 gráður. En ef við förum í hinn áttina þegar við mælum hérna frá 0, svona, þá er það mínus 135 gráður. Vantar 45 gráður upp á við. Komast í mínus 180. Og við skrifum kannski niður bara nokkur fleiri stefnuhorn, ark, þá er sko bara hinn almennu stefnuhorn af þessari tvinntölu. Það er náttúrulega strjált mengi, en
það er ekki endanlega marga tölur þetta, því að við getum alltaf haldið áfram að bæta við 360 gráðum fyrir hér og annan hring eða vafning eða hér að fara tilbaka 2 vafningar, 3 vafningar og svo framvegis. Þannig ef við skrifum nú kannski eitthvað niður, þá erum við þarna komið með 225 gráður og svo settum við þarna líka mínus 135 gráður. Hérna. Og við getum náttúrulega tekið 360 gráður af, farið svo áfram sólarsinnis eða réttan sólargang þarf að draga frá að fá við 360 á þessu, fáum mínus 495 gráður og svona getum við haldið áfram eða bætt hérna við 225 gráður, 360 gráðum og þá erum komin í 585 og bætt 360 gráðum við það og 945 og við sjáum að stefnuhornin það sem kallaði strjálmengi, þetta er svona punktamengi, en við getum alltaf bætt við það. Og svo spyrjum við hvað af þessu, nú er þetta hornin hins vegar ótvírætt, meginhorn þessara tvintölu. Og það er alltaf í þessu mengi. Við sjáum að arg mínus eta mínus y er ekki tala, heldur talna mengi. Og við höfum að finna það horn sem að liggur á bilinu, þegar við túlkum þetta nú bara yfir í gráður, sem er á bilinu frá mínus 180 gráðum upp í 180 gráður og þá nú svo sem ekkert annað en að leita bara. Og jú, það er bara eitt sem kemur til greina, það er þetta hérna. Og meginhornið er mínus 135 gráður. Ef við höfum kannski eitt varnagla á þessu gömlum bókum eða sem eldri ritum, bara vitum af þessu, segjum bara varúð. En þá er meginhorn skilgreint, bara skrifa hérna, eldri bækur. Sumar hafa meginhornabilið þar sem að við viljum kannski hafa meginhornabil það er frá 0 gráðum upp í 360 gráður. Sem manni finnst óskaplega eðlilegt svo sem. En svona er þetta nú haft í nýri bókum að hafa meginhornabili hér. Og þeir megin ástæði sé bara ekki svo að það er eðlilegra að reikna megin hérna á þessu bili því að við höfum 2 góðar formúlur til þess að reikna út meginhorn. Við skulum bara búnta þetta hjá okkur. Við eigum 2 góðar formúlur. Til að reikna út meginhorn.
meginhorn og önnur einhvern veginn þessi eðlilega að arg, ekki segja, tvintölu sem heitir seta, að það að nota ferilhorn og ferilhorn þá, við sjáum fyrir okkur kannski þessa mynd hérna, sko hér sjáum við miðhorn, við erum alltaf að reikna út miðhorn, en við reiknum frekar út ferilhornið og tvöföldum það, af því að við reiknum út ferilhornið og tvöföldum það, þá fáum við miðhornið. Við sjáum að við getum ekki lent í vanda með, sko, sjáum því að þessi ferðast hér, þá fer ferilhornið aldrei upp fyrir pí eða niður fyrir mínus pí. Það þess vegna þessi góð, ég ætla þá bara að skrifa strax ferilhornið, það reiknað með arc tan og hér höfum við þá kannski ágætt að hafa þessa mynd einhvern veginn í kollinum, lóðrétt á móti láréttu og hún þá svona lengd setu plús raunhluti setu og þetta gefur ef sem sagt, já sjá náttúrulega að við megum ekki hafa að lengd setu kem ég svo kannski bara fyrir hér sem sagt, við notum hana ef raunhluti setu ekki mínus lengd sín. Og hvaða tölur eru mínus lengd sín? Jú, það eru bara neikvæðar rauntölur, strangt neikvæðar rauntölur. En annars þetta bara 180 gráður eða 2 pí. Ef raunhluti tvintölu mínus lengd sín. Þá náttúrulega þverhlutin 0. Þess að hér tvintala sín. Og ef að raunhlutin fær allur að vera lengdin og til vinstri, þetta lengd tvintölunar. Hérna, allstaðar. Þá sjáum við að þetta hér bara 180 gráðu horn. Og ég geti líka hugsað þetta svona að ef að við höfum rauntölu þá kemur næst tvennt til greina. Hún getur verið í þessa átt, í austurátt og í vesturátt og það aðeins vesturáttin sem við lifum ekki. Þannig að þessi góð, þannig að hún þá sett upp svona skilyrt og síðan líka hægt að hafa að stefnuhornið við skulum aðeins skoða, ég ætla ekki að skrifa alla formúluna strax, en arc-cos fallið þá getum við bara að nota miðhorn og við horfum nú bara hér á hvernig við myndum reikna arc-cos, það aðalleg skamhlið á móti langhlið. Fínt þá skrifum við það. Aðalleg skamhlið á móti langhlið, sagði ekki skamhlið, aðalleg. Svona á móti lengdinni, en hún dugar ekki alveg.
vegna þess að þetta fall veit ekki neitt þverhlutan. Og við sjáum hérna, við höfum bara þessa mynd fyrir augunum að já, við setjum kannski bara samokatöluna hér, að með þessari formúlu veit hún ekki hvort að hornið jákvætt eða neikvætt. Hins vegar gaf við sínusinn að það kynna við reiknum sínusinn. Og þá getum við bara einfaldlega hirt formerkið af sínusnum eða enn einfaldar notað signumfallið eða formerkisfallið og af þverhlutanum. Svona. Og við munum hvað formerkisfallið sko almennt stundum þetta var skrifað SGN, ég ætla að hafa það SIGN núna, bara þess að minna á að þetta signum eða formerki af einhverju tölu U eða rauntölu pluss ef að U strangt stærri 0, það mínus, ef U strangt minni 0 og svo náttúrulega 0 ef U 0. Og svo setjum við litt 1 hér. En þetta má þá svona forrita í bara einn í jöfnu og reikna þá allt beint. En þetta nú svona bara dálítið smekksatriði hvað með venja sjá að nota og báðar góðar. Og í mörgum forritunarmálum, forritunarmál, þá bara alltaf í MATLAB og alltaf í Python og fleiri forritunarmálum að þá skilgreint fallið eða skýra það síðan eitthvað atan 2, sem sagt þetta ferilhorn og það tekur fyrst inn breytuna í sem í tvinntölum þverhlutin og svo tekur það láréttu breytuna x og í tvinntölum sko þá þetta nótt venjan x plus í en þetta gefur líka bara beint arg seta, við kannski skrifa það svona og þar með svona höfum við allt þetta sem við þurfum að reikna með og þá skulum við uppfæra þessa formúlu hér. Skulum merkja hana bara svona. Uppfæra þessa með þessu tákmáli hér og það það sem að hjálpar okkur síðan og þá segja bara að þetta regla fyrir skaut nýta framsetningu að sérhverja tvinntölu skulum hafa núna vaff tvintala og þá vaff hún lengd sín og síðan tökum við stefnuna hún í vendinu arg vaff þetta þá stöttaformið en ef við
reiknum út með formúlunum hér á ofan, einhverju af þeim, lengdina, þá fáum við í veldinu í, svo setjum við meginhornið og svo alltaf þurfum við að muna að bæta við vafningunum. Við höfum þetta, við meðum aldrei setja gráðurinn í veldisvísifall, bara inn í kosinus og sínus. Og við ætlum að reikna lengd tvinntölu í MATLAB þá til skipunin NORM, norm. En nú er orðið auðvelt að leysa jöfnuna athugum svo næst, ATH, athugum svo að ef zeta í enda er einhver gefin tvinntala, sem sagt en er heiltala og vaff er föst, eða sem sagt gefin tvinntala. Það sjáum við núna að allt í lagi ef við lítum fyrst á hana svona zeta í enda mínus vaff er þá bara endastigs margliða og við vitum að samkvæmt grunnsetningu algebru að hún hefur n margar rætur yfir tvinntölurnar. Og við skrifum núna allt í lagi, hvað er þá zeta í enda? Zeta í enda, það hjálpar okkur að nota núna hægri hliðina hérna. Þetta er í veldinu í og svo höfum við argument vaff plus k 2pi og nú megum við draga rætur og drögum endurót af setu og þá höfum við þetta táknmál hér. Þetta er endarót og við viljum að sína þá líka í veldinu, fyrir stóra svega þetta fyrst, í arg vaff plus k sinnum 2pi hérna og hérna eru við að draga rót. Spörum okkur bara að skrifa einu sinni n og margföldum einum á móti n þetta inn samkvæmt veldareglum og þá fáum við jöfnuna sem að við notum svo aftur og aftur til þess að leysa deilum hérna. Þess að leysa jöfnur nákvæmlega þessari gerð, zeta í enda er föst tvinntala. Og við sjáum núna að við þurfum aðeins að hafa að k-ið, þannig að það voru 0 og nú kannski borga sig að kenna lausnina bara rót númer k út af því að við erum komið með k hér inn. Þannig að fyrir hvert k fáum við þá númer á rót. Svo sem k er 0, þá fáum við tvinntöluna sem að liggur undir meginhorninu. Það er að segja, það er n sinnum minna heldur en meginhorn vaff. Svo 1 og svo höldum við áfram alveg upp í n mínus 1. Því að við sjáum núna að ef k-ið er orðið n, þá kemur n hér og n stýrist á móti n. Þá höfum við sem sagt meginhornið, það er n-ið bara föst tala, plus 2pi.
Þannig að við myndum lenda aftur á sama stað. Og getur ágætt að reikna bara núna með þessari ágætu formúlu. Og svo ef að tölurnar eru erfiðar þá nota maður vél. Tökum dæmi. Dæmi sem við þetta svarið við, það getur ágætt. Við prófum svona, setja í þriðja, og 1. 1 er tvintala. Þannig tvintalan 1 plus í 0. En við skulum byrja á þessari að því við vitum hvað kemur út og við vitum að sjá núna af hverju það raðast sko með jöfnu millibili upp og ef við reiknum bara út núna hornin. Hér er V51 og getur reiknað út, reyndar auðvelt að reikna út að meginhorn tvinntölunnar 1 er 0. Hún er jú bara 1 beint í austur. Og svo sjáum við að við alltaf að bæta, við getum bara reiknað þau út fyrst, við alltaf að bæta hérna við, ennið 3, kannski við segjum bara frá því hér, ennið 3 og þá þetta kannski það sem við kallum þeta 0, minnsta stefnuhornið og svo látum við K-in hlaupa, fyrst er K-ið 1 og þá höfum við formúluna arg af 1, bara skrifum þetta fyrst upp, pluss K-ið, sjáum það er 1 sinni og svo sjáum við hvernig þurfum að skipta hringnum, það er 2π á móti n eða skiptum heilum hring í 3 jafna hluta, 2π á móti 3. Við vitum að þetta er 120 gráður og svo getum við sett inn tölurnar, þetta er þá bara 2π þriðju og við þurfum bara að reikna 1n til þetta 2 er þá, já nú getum við bara haldið áfram hérðan eða sem sagt bætt 2π þriðju við þetta síðasta sem komið bara, þá er þetta svo jafnmunaruna á hring en við skulum nota bara formúluna, stillum við svo aftur upp og núna 2 og síðan 2π á móti 3 og áfram fáum við náttúrulega að argumenti eða meginhorn rauntölunar 1 er 0, allra jákvæðna rauntöluna er 0 og hérna fáum við það bara 4π á móti 3. Og ef okkur þykir það þægilega þá getum við náttúrulega alveg skrifa þetta sem 120 gráður, svona sjáum við þetta alveg fyrir okkur og svo kemur hitt 120 gráðan seinna, 240 gráður. En við múum nota þessa hérna formúlu og núna ætlum við að skrifa breyturnar, við erum búin að reikna út meginhornin, við þurfum að komast að því hvað tvenntalan 1 er löng. En það er ákaflega auðvelt því að kannski þetta formúluna. Fyrst reiknum við þetta, hvað er tvenntalan 1 löng og það er náttúrulega bara 1. Lengdir alltaf jákvæðar röndur. Og svo sýnum við þetta og ef við draugum þriðju rót af 1 þá er það heldur engin vandi, það er bara 1 áfram. En setja í þriðja jafnt og 1 þegar við erum komin í tvinntölurnar. Við vitum jú að þetta er ekkit erfitt ef við setja má bara að vera rauntala eins og við vorum með, en nú erum við komin með 2 rætur til viðbótar samkvæmt grunnsetningu algebrunar eða höfuðsetningu algebrunar. Það er að vera 3 rætur og núna getum við reiknað út
setja og ræturnar eru þegar setja 0 og þá það lengdin. Getur ágætt að skrifa formúluna upp nokkur sinnum. Þá það sko þriðja rót af lengdinni, það talan 1. Og síðan höfum í veldinu í til þess að fá horn og við fengum þá 0 svo meginhóttni og svo var k í 0. Þannig það ekkert meira að gera. Þannig að í 0 1. Setja 1, þá höfum við náttúrulega áfram að þriðja rótin af einum sem rauntala. Þá eða lengdinni 1. Hér höfum við þá og svo höfum við 0 plus 2π þriðju. Og við vitum svo sem alveg hvernig við getum skrifað þetta sem kosinus og sínus. Við vitum að þetta kosinus af 2π þriðju, notum aljöfnu Eulers, plus sínus af 2π þriðju. Og hérna höfum við þá og hérna höfum við þá mínus hálfur plus sinnum rótin af 3 deilt með 2. Og setja 2 þá sama og að tala þessar sem reiknum út sína reikningana. Í veldinu og hérna höfum við þá 4π eins og reiknum á þaðan þriðju sem verður mínus hálfur mínus sinnum rótin af 3 á móti 2. Og við skulum þá fá kannski aðeins erfiðara dæmi og nota kannski til að ræsa MATLAB á meðan. Hvað þetta ekki? Tab. Svona. Og við veljum okkur núna tvintölur sem ekki rauntala. Kannski áður en ég byrja þá kannski skjótustu hér aðeins upp og skoðum fyrir fyrirlestur þar sem við reiknum. Þetta bara svona til þess að minna á að við vitum að þetta nauðsynlega rétta svarið út af grunnsetningu algebrunar. Við gerum þetta áður. Þá þáttuðum við bara. Fáum við bara eitt dæmi og svo eru þau öll eins og þetta. Skulum samt ekki hafa eitt allt og erfitt, bara annað dæmi. Sjá þetta vel fyrir okkur. Skulum prófa að lýsa jöfnuna að setja í fjórðaveldi núna og veljum okkur ég veit að 120 gráður það verður eitthvað huggulegt ef ég vel rót sem leggur undir 120 gráðum ég lengi hana bara svolítið ef ég lengi þessa til dæmis með hvað góð tala 8 ég lengi þessa hérna með 8 prófum það þá ég með mínus 4 plus þessi gæti orðið þægileg svona að vinna með 4 rætur af 3 allt í lagi, segjum það finnum
finnum núna bara allar rætur þessara jöfnu. Og gefið þær á forminu A plus IB. Það þýðir að við mögum ekki svara þessu sem í veldinu í þetta. Við þurfum að reikna upp úr þessu. En stundum við það látið nægja. Og þá segjum við lausn. Og við skulum byrja á að setja þetta einhvern veginn upp. Til að form. Þetta seta í enda, jafnt og vaff, það sem að vaff först fimmtala. Vaffið mínus 4 plus sinnum 4 rætur af 3. Við getum kannski sett líka hjá okkur að ennið 4 og svo áttum við okkur á því, búum okkur til eitthvað svona reikniritt, hvað eðlilegt að gera fyrst. Jú, það að reikna lengdina á þessari hér og það kannski oft þægilegt að reikna bara fyrst stærðina því að þá það bara regla Pýþagóras, þessi í öðru mínus 4 í öðru svona fyrst og þessi í öðru. Við fáum þá 16, fjarkinn í öðru veldi verður líka alltaf 16 og rótin 3 í öðru verður 3. Þannig þetta 1 sinni 16 plus 3 sinni 16, það 4 sinni 16 sem eru 64. Og þá lengdin. Hún rótin af stærðinni. Og rótin af 64 8. Þetta aldrei tilbúið en við erum líka bara í nátt okkur hvernig þetta hugsað allt saman. Þá við það. Og næst þurfum við að finna meginhorn tindurinn af vaff. Og við höfum nokkrum formúlum að velja. Við getum, ef við notum reiknivél, þá getum við notað þessa hérna fyrirhorna formúluna. Nú það arkakósinus með formerki og eða slegið þetta beint inn í vél. Kannski þetta á ódýrum reiknivélum líka. Ég getur bara skoða það. Þetta á Casio vélunum. Jæja, nema að ég á allar tölur í ferilhornin, þannig að ég ætla nú bara að nota hana beint. Ég ætla að skrifa formúluna. Þetta 2 sinnum arktan, kann best við þessa og ég sé hérna þverhlutan, 4 rætur af 3 og hér sé ég lengdina og hér sé ég raunhlutan og þá get ég einfaldað 2 sinnum arktan af 4 sinnum rótin af 3 deilt með 4 og höldum bara áfram. Þetta 2 sinnum arktan og það styttast út 4, þetta bara rótin af 3 og við vitum að tangans af 60 gráðum rótin af 3 svoleiðis að hér fáum við bara 2 sinnum 60 gráður og ef við þýðum 60 gráðurnar yfir í bogaeiningar
þá segjum við bara 2π, að því að 60 gráður er 1/3 af 180 gráðum, þannig við segjum þá bara π deilt með 3. En jú, þá fáum við hornið sem áttum von á 120 gráðu horn, svona. Og svo myndi ég stilla upp þessari formúlu hér að sko sumir gera þetta líka bara svona, að þeir setja upp þessa hérna formúlu, til þess að sjá það beint, er 2π á móti 3 pluss k sinnum 2π. Þetta er náttúrulega bara meginhorn fyrirgefið, hið almenna stefnuhorn, en hér nægir okkur að láta k-ið vera 0, 1 og 2. Ef við setjum 3 inn, þá erum við 2π³ pluss 2π. Nei, 6π, sem að styttist síðan út og eftir og við þurfum ekki á því að halda. Og nú sjáum við að sko með það sem við gerðum áðan, nei, en jafnt og 4, við þurfum 3. En jafnt og 4. Já. Jæja, þá sjáum við kannski á þessu að hver rót liggur undir 4 sinnum minna horni heldur en vaf. Það er það sem að formúlan segir. Og við getum alveg reiknað bara hornin fyrir hverja rót. Og við skrifum þá kannski arg af zk og deilum við bara með 4 allstaðar. Þá fáum við 2π deilt með 3 sinnum 4 og svo k sinnum 2π deilt með 4. Og það einfaldast þá í hérna 2 á móti 4, það er hálfur, það verður π 7. Og svo hérna fáum við π aðrir, k sinnum π aðrir, sem þetta bætist alltaf hálf við núna, sem er jafnbílaruna eða jafnmunaruna, mismunaruna á einingar sinnum. Það er eðlilegt og k við hleypur frá 0 upp í 3. Og þá getum við svo sem skrifa þetta út. Til að stundum nota maður bara eitthvað svona til styttingar og segjum þá að þetta 1 er arg af 0, arg af zeta 0 og þá setjum við k þessu 0, þannig að fyrsta rótin liggur undir horninu π 7. Næsta rót á að bæta π öðrum við er þá π 7 pluss π aðrir. Gerum samnind, fáum π 7 pluss 3 π 7 jafnt og 4 π 7 jafnt og 2 π 3. Og hljóðan að teikna mynd svona til þess að hjálpa mér að sjá þetta fyrir mér. Ég ætla bara að teikna ræturnar inn á hana. Fyrsta rótið eða fyrsta hornið, π 7, það eru
svona 30 gráður. Það hafa þetta bara í gráðu núna. Og svo á næsta rót að koma 90 gráðum seinna. Svona. +30 + 90 er 120. Jú, þetta passar. Þannig kemur hér 120 gráður. Svo býst ég nú við því að næsta kom hér 90 gráðum eftir þessari. En ég ætla að reikna alltaf þegar maður er að læra eitthvað nýtt. Ég ætla bara að bæta núna við 90 gráðum hér og þá setjum K1 og 2 hérna. Pi sjöttu plus 2 sinnum pi þetta eru pi sjöttu plus pi gerir samnefnt og fæ pi plus 6 pi á móti 6, þetta eru 7 pi sjöttu. Þetta er sem sagt, ef við hugsum þetta sem heilt pi plus 1/7 pi, þá er þetta 30 gráður til viðbótar við 180 gráður. Þetta eru 210 gráður. Þetta eru 210 gráður. Já, ég bæti bara 90 hérna við 120, það fæ 210 og svo ég vona á síðustu rótinni hér. Og ég má líka taka, sjáðu ég þarf ekki að velja meginhorn, en ég má það. Ég má líka kalla þessa rót hérna sko sem sagt 150 gráður í mínus, þess að hérna. Og svo fæ ég mínus 30 gráður hér. En allt í lagi, skulum fyrst hér 0, 1, 2, 3 3 pi sjöttu plus 3 eða þristurinn og pi aðrir, svo hefur við pi sjöttu og hérna við 3 pi aðrir. Ég þarf að lengja með 3, ég fá 9 pi sjöttu. Þetta verða 10 pi sjöttu. Og við sjáum þá, ef við hugsaum þetta sko sem 2 pi, þess að við stróka þetta út bara. 10 pi sjöttu eru 12 pi sjöttu mínus 2 pi sjöttu sem er pi þriðju og já, 60 gráður hérna frá, hvað vitleysir í mér, 60 gráður hérna frá, ég segi 30, það eru 90 gráður hótt, það passar, þetta er 60 gráður hótt, eða svara til þess, svona, þetta er allt eðlilegt. Nú, en ég má auðvitað velja það sem þægilegra er upp á reikninga. Ég má til dæmis, ég má taka, ef mér finnst það auðveldara, þetta er allt, þetta er allt mod 2 pi, þannig ég má taka sko einn vafning af ef það léttir reikningna fyrir mig. En allt í lagi, ég ætla núna bara að reikna. Ég veit hvað upprunalega tvinntalan var löng og nú þarf ég að finna hvað seta er löng og ég er búinn að margfalda hvað er, ef ég margfalda sérhver rót 4 sinnum við sjálfa sig, þá lengist hún náttúrulega í fjórðaveldi. Svoleiðis að formúlan okkar er hérna. Ég á að draga 4. rót af 8. Þannig að sko lengd sérhverjar rótar er síðan 4. rót
af tindurinn. Ég veit hvað hún er löng, hún er 8, ég tek fjórðu rót á 8 og ég skauta svona 8 er 2 í þriðja og þetta er þá 2 í veldinu, 3 fjórðu. Það er eitthvað skemmtilegt. En já, 2 í veldinu, 3 fjórðu. Og ég get náttúrulega að skrifa sko ef við viljum vinna með þess að bara rætur, skoða hvað er til dæmis allt í lagi 8. Skulum svo bara stróka út 8. Ef við viljum setja það skuða sem tölu í öðru veldi, þá erum við með 8 í öðru. Svona, og hvað er 8? Það er 2 sinnum 4. Og það í öðru veldi. Hún getur klofið upp, þetta er rótin af 2 í öðru veldi. Og 2. Rótin af 4 með 2 í öðru veldi. Það er ósköp meðlilegt. Og þetta er náttúrulega bara 2. Og ef við tökum sem sagt fjórðu rót af verður ekki þægilega að sjá þetta. Svona, þá höfum við sko, þetta er ferningsrótin af 2, en þetta verður fjórðarótin af 2. Þetta er 2 í veldinu 1 fjórði sinnum 2 í veldinu hálfur. Og er þetta eitthvað betra? Og við skulum bara lofa þessu þá að standa. Og þá getum við skrifað tölundar, kannski er bara fínt að hafa þetta svona. Við höfum það bara, við viljum bara aðeins velta fyrir okkur hlutunum framsetningu. Og þá er, nú látum við K-un hlaupa, 0, 1, 2, 3 og skrifum þá seta 1 er nú er þetta lengdennar og svo þurfum við að taka stefnuna, taka miðið. 8 í veldinu 1 fjórði og svo höfum við E í veldinu Pi sjöttu. Og seta 2 er 8 í veldinu 1 fjórði sinnum E í veldinu I 2 pi þriðju. Og seta 3 er 8 í veldinu 1 fjórði sinnum E í veldinu I 7 pi sjöttu. Eða við megum líka setja mínustölu þarna inn og fara þessa leiðina. En allt í lagi. Við reiknum þetta út 7 pi sjöttu. Og að lokum þá fá 10 pi sjöttu sem er þá 5 pi þriðju.
og seta í fjórða er 8 í veldinu 1/4 sinnum í veldinu í sinnum 5 pi þriðju. Og ef að þetta hér eru þægilegar tölur svona sem að við getum séð fyrir okkur, þá skrifum við út restina, en núna allt í lagi að setja í vél. Við vitum alveg að við reynda þekkjum alveg nákvæmlega gildin á þessu, en þá skulum við klára og sjá, og svo segjum við þetta gott. Við erum alltaf og við getum þá sett upp dæmið. Og 5 vika 9 og búum okkur til edit rætur. Tvinn. Svona. Og við höfðum hvað setja í fjórða. Var 4, nei, -4 pluss í sinnum 4 sinnum ferningsrótin af 3 til að finna setu, og þá getum við byrjað svona. Svaf er -4 pluss, já, MATLAB vill fá 4 sinnum SQRT. Þetta hérna á eftir. Keyrum það, þá þarf ég þennan, já. Þá erum við með tindöluna VAF og hún er rétt, svo getum við fundið lengd hennar, búin að sjá hana. Norm VAF er, já, bara segjum lengd VAF er norm af tindölunni. Það er alltaf svona að passa við það sem við reiknuðum, og hvað ætlum við svo að reikna? Við erum að prófa arg VAF er atan 2 og mag þverhlutin komma rel þverhlutin, svo hvað hann gefur þá. Ég held að það að íta hérna upp bara á skjáin, svona. Það er ekki örugglega svona í gráðum 120 gráður, segjum bara 180 deilt með pi.
Jú, að mista að hafa það og stróka þetta bara út. Og síðan argvaf. Við skilgreinum K fyrst. K lifur frá 0 og upp í 3. Kemur þetta ekki rétt út. Það er ómulegt að vinna þetta. Svona. Og slökkum við á útbrendun. Þetta er allt rétt. Og síðan búið til litla arg. Vaff. Það er stóra arg. Vaff. Plus K sinnum 2 sinnum pi. Svona. Svo ég gaf mér lengi að vinna hérna á þetta bretti, en ekki að slá þetta inn. Þetta eru hornin og þannig bætum við bara alltaf heilu margveldi á 2 píum við þegar að segja fyrir hring eftir hring, af því að þetta hérna sem við höfum í rauninni áhuga á. Skulum segja einhvers stað hérna fyrir ofan að ennið er 4. Að vera búin að búa okkur til formúlu, þannig að öll setuhornin koma þá hér, arg, vaff, deilt með 4. Svona. Og við erum búin að sýna alltaf út líka, okkur vantar bara tölurnar því að við vorum með hana. Og þá er bara að setja K, það er lengd tindurinn af vaff í veldinu 1/4 og svo bara sinnum exp af y sinnum arg vaff. Svona, þá áttu að vera komið. Ítum þennan, já. Þetta er endilega að forrita þetta svona. Svona. Það villi sér þetta. Svona. Í veldinu. Þetta er ekki það sem er að. Ég rak mig hérna, ég rak puttan í. Þá getur það veldið þarna. Skrifum bara exp. Svona. Og svo er bara að færa þessar tölur inn. Færa þær aftur inn. Og til þess að athuga hvort það rétt sé reiknað, þá myndum við kannski prófa að kalla þetta eitthvað check. Og það erum við að spyrja er að setja K, þau ætla að setja það í 4. veldi. Er það sama og vaff? Spyrjum þeirra spurningar. Er villa. Það er nú að setja K. Jú, hún er þarna. Já, íta þennan, já.
þessu. Fylki. Þetta punktvísar aðgerðir. Þetta allt vitlaust, segir hún. Og það vegna þess að það tapast aukastafir hér í vitriningum. En ég veit ekki. Getum við einhvern veginn gert þetta svona? Er þetta minna en þetta hérna mínus vaff og athuga hvort að lengdin sem mismunni á þessum tveimur sem minna en 10 í 14. Já, það rétt. Þá skoðar hann hverju eina og athuga hvað vaff langt frá í lengd talið. Og þetta þá rétt. Eða svona nógu rétt. Við töfum alltaf einhverju nákvæmni með því að vinna óreiðan tölum. Svo ekki hvað þetta var langt hérna, þetta með reikningana.